að það heyrist ágætlega í mér. Það víst stefna hjá Bændasamtökunum að ráða minna hóp. Minna fólk. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, stjórn Bændasamtaka Íslands, búgreinaþings fulltrúar og aðrir góðu gestir. Ég vil bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á sannkallaða bændahátíð hérna í höfuðborginni. Ég vona að þið hafa mörgur ykkar náðu út við ykkur gistingu, svona síðustu stundu í ljósi verkfallsaðgerða. Ég heiti Vigdís Häsler og er framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands. Búgreinaþingi nú haldið í annað sinn og þetta nú alltaf 200 bændur sem hafa komið hérna á þingið í dag. Ég ætla að byrja á því að nefna að það streymt frá fundunum og síðan ætla ég næst að biðja stjórn Bændasamtaka Íslands að standa upp og heilsa fólkinu í salnum. Já, þannig að fólk sjáu svona hvernig. En sem sagt eins og þið vitið þá náttúrulega að vofa yfir okkur verkfallsaðgerðir, þannig að ef ykkur vantar ný handklæði á herberginu ykkar þá ræðum við þau. En eins og að taka eftir þá eru blaðamenn hérna, fjölmiðlamenn og eru að taka myndir og sem við ætlum að birta á vefnum hjá okkur og Instagram og samfélagsmiðlum. Og það verður seint farið út í eitthvað svona smartlandstaktík, enda kannski frísklegt útlit og frískleg húð og seiðandi augnaráðleggingar eiga kannski ekki endilega við þennan hóp. En þið eru bara meðvituð það að vera að taka myndir. Ég heyri að það er hugur í ykkur öllum. Á þessari þingsetningu munum við meðal annars hlýða á kynningar frá Náttúruhamfaratryggingum Íslands og það leyti sem hádegisverður borið fram, þá munum við hlýða á kynningu frá verkefnisstjórn samráðsvettvang landbúnaðarins. Ráðgert að ljúka þessu fundi kl. 12:30 en þá hefst sameiginlegur fundur allra búgreina. En við skulum vinda okkur í formlega dagskrá. Ég vil bjóða formann Bændasamtaka Íslands, Gunnar Þorgeirsson, að setja þingið með formlegum hætti. Gjörðu svo vel. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, þetta eru langir titlar orðið á ráðherrum í dag og hérna þeir alltaf að færast meir í fang og vilja endilega koma öllum titlunum sínum fyrir í nafni viðkomandi ráðuneytis. Einu sinni hét þetta nú bara umhverfisráðuneytið en svo fengum við landbúnaðarráðuneyti, það allt í einu breytist í matvælaráðuneyti og hún getur talað endalaust mat, þannig að við erum dálítið stolt af því en við erum okkur tíðrætt það að tala bara landbúnaðarráðuneyti. En búgreinaþingsfulltrúar, gestir, velkomin á þetta búgreinaþing sem við erum að halda eins og Vigdís sagði í annað skipti og við erum svona aðeins að feta okkur áfram í sameinuðum samtökum, hvernig við útfærum þetta allt saman þannig að við náum samtalinu áherslur viðkomandi búgreina. Ég vil nú byrja á að þakka starfsfólki í Bændasamtakana fyrir frábæran undirbúninga þessu búgreinaþingi. Þetta búið að taka nokkra mánuði og það var nú allavega hlátrasköll og allavega mjög gaman á 4. hæðinni í Borgartúninu í gær. En ég velti svolítið fyrir mér hvort þetta væri bara einhver geðshræring einstaklinga það hvort að þetta myndi takast eða ekki. En auðvitað erum við hér í ljósi aðstæðna í svona hálfgerðu vanda en ég held að við komum til með að leysa þetta og starfsfólk hótelsins hafa staðið sig með eindæmum vel. Eins og ég nefndi áðan að þá er þetta annað þingi sem við höldum eftir sameininguna. Þetta eru 11 búgreinadeildir í Bændasamtökunum og nýlega komin ein ný búgrein sem heitir landeldi og við bjóðum þá hjartanlega velkomna hér. Og landeldisbændur eru bara að gera það sama eins og aðri bændur eru að gera. Þeir eru að ala skepnur og þeir eru að slátra skepnum og svo eru að keyra skít. Þetta svona bara svona landbúnaður þetta bara hefðbundinn landbúnaður. Þannig að ég er mjög ánægður með það. Á liðnu ári hefur félagsmönnum fjölgað 25% sem mjög ánægjulegt. Ég held að bændur sjái hag sín í því að vera í Bændasamtökunum
því að ég held að það skipti þá miklu máli sem bændur. Bændasamtökin ekki fyrir mig og Vigdísi, alls ekki, heldur þetta hagsmunasamtök allra bænda á Íslandi. Það eru fjölmörg verkefni sem við höfum verið að vinna að undanfarin 2 ár, 3 ár. Það svona einhvern veginn finnst mér svona núna á þessum vikum að mikið af þessu að raungerast. Við höfum mikið talað afleysingar og tryggingar bænda. Við höfum vonið því að við getum upplýst það í fljótlega í næstu viku niðurstöðu í því verkefni, og ef að það gengur eftir þá held ég að við séum að stíga risaskref fram á veginn í tryggingum sem við höfum haft velferðarsjóð sem að við höfum svona verið að reyna að styðja við bændur sem hafa lent í skakkaföllum, en núna erum við í samtali við tryggingafélögum að taka að sér þessa ágætu tryggingu, og mér sýnist við sjá ljós við endan á ganginum. En ég vona að það verði, eins og ég segi, það verði í næstu viku eða það næstu viku sem við getum upplýst það. Heilsa bænda og velferð okkur mjög hugleikið og ánægjulegt að kynna afrakstur af því hér á eftir, sem verkefni sem við kalla bændageð, og Stella Björk og Guðrún Birna eiga hróskili fyrir það framlag, en og aftur þá verður það kynnt frekar hér á eftir. Ég vona að vinna og umræður næstu daga verði málefnaleg fyrir stjórn bændasamtakana sem eiga næst í umræður hagsmunum allra búgreina til framtíðar, og að þessu sögðu þá segi ég þetta ágæta búgreinaþing sett og óska ykkur velfarnaðar á þessum 2 dögum sem við höfum til skrás og ráð að gera. Takk. Þá vil ég bjóða næstu pontu hæstvirtan umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugu Þór. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir og formaður og framkvæmdastjóri og góði gestir. Það gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Það nú alveg magnað að horfa á hennar glæsilega hóp hérna. Og ég skil ekkert af hverju framkvæmdastjórinn taldi þessi hópur ætti ekki erindi í Smartlandið, en það bara ekki, eins og ég viti sér alla jafna sammála, þá þurfum ekki að vera sammála alla hluti. En svo vil ég nú bara nota tækifæri og þakka fyrir það að bæði formar og framkvæmdastjóri fóru rétt með titil ráðuneytisins. Það hefur verið í fyrsta skipti frá því ég tók við að einhver fyrir utan ráðuneyti fer rétt með það. En þetta svona svolítið svona mitt líf í stjórnmálum. Ég heiti Guðlaugur Þór Þórðarson og var utanríkisráðherra í 5 ár. Hitti mörg 100 manns og enginn gat borið nafnið mitt rétt fram. Og svo verður maður umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og þetta bara tímamót þegar að það rétt með titilinn. En það sem ég vildi gera hér og bara þakka fyrir að fá að vera með ykkur að svona koma ákveðnu skilaboðamáli sem ég reyna að koma eins víða eins og mögulegt er. Við þurfum að eiga mjög gott bæði samtal og samstarf og það að hafið, en þið eru lykillinn af því, einna lyklunum af því að við getum náð árangri í loftslagsmálum. Það eru auðvitað bæði tækifæri og ógnanir, og auðvitað fleiri ógnanir, en ávinningun mikill þegar við náum þeim markmiðum, þeim háleitu markmiðum sem við erum búin að setja okkur. En til að ná þeim markmiðum að þá er mjög mikilvægt að við séum meðvituð stöðuna og hvert við ætlum og hvernig við ætlum að ná þeim markmiðum. Og ég ætla að fara hérna yfir nokkrar slæður og fyrst ætla ég að vekja athygli á nokkur sem að ég held að við Íslendingar þurfum kannski að vera meðvitaðir en það er bara okkar saga, en hún er bara mjög merkileg þegar kemur að loftslagsmálum. Og það er bara svo að þetta er í rauninni grunnur efnahagssögu Íslands og það er frumorkunotkun Íslands frá 1940 til 2020. Og þetta er ekkert ofsalega langur tími. Þarna voru við kringum 1940, þá vorum við að nota mó og við vorum að nota kol.
Við fórum svo yfir í olíuna en sem betur fer fórum við yfir í grænu endurnýjanlegu orkuna og það voru mjög skynsöm skref. Það tók hins vegar langan tíma og ég hef ekki ennþá heyrt neitt sem að telur að það hafi verið mistök að fara þessa leið. Og hvað er verkefni núna? Það er í rauninni að halda áfram á þessari vegferð og taka þau skref sem við eftir að taka til þess að við séum eingöngu að nýta græna orku og það er ekki bara gott fyrir loftslagið og fyrir efnahaginn. Við fundum það náttúrulega núna þegar að þau lönd sem við berum okkur saman þau lentu í misjafnlega miklum vandræðum út af hækkun á jarðefnaeldsneyti að þá komum við miklu betur út úr því. Og einhver kynni að segja að þetta er svo algjörlega sjálfsagt að Íslendingar gera þetta að það þarf ekkert að taka þetta fram með að ræða þetta. Augljóslega átt að fara þessa leið. En þetta var ekkert svona. Og ég held að það sé bara ágætt þegar við erum núna að horfa á þetta stóra verkefni sem við erum að horfa á, aðeins að muna söguna og hvað menn gerðu. Þetta er Reykjavík, áður en að menn fóru í hitaveituvæðinguna og þarna ertu með kolaskíði yfir borginni. Og nú kynni einhverju segja af því að þú horfir á þetta ský og með öllu sem ég að þetta hafi verið eitthvað sem að allir voru sammála að fara í, það er að segja fara í grænorkuna. Það var ekki svo. Og vitið hvar þetta er? Þetta er í Reykjavík og það er eitt hús sem stendur eftir hérna. Og það er það frá mér séð lengst til, næst mér hérna. Og þetta er við Hlemm og það stendur á þessu húsið þarna gasstöðin. Þetta er að síðasta sem er eftir að gasstöðinni í Reykjavík og hús stöðvarstjórans stendur enn. En það er búið að rífa hitt og þar er lögreglustöðin þetta núna. Og það var auðvitað, og þessi, maður halda að þetta hafi verið í nokkur ár, þetta var í 50 ár. Þessi var lokað, held ég, 1959 frekar 1956. Þá endanlega hættu menn að nýta gasið þarna í Reykjavík. Og þetta er nú ekki, af því að það var tekið pólitísk barátta þetta og menn sögðu eðlilega hvernig dettur einhver í hug að fara í hitaveitu sem hefur lítið verið prófuð í heiminum og aldrei á þeim sama skala eins og hjá okkur þegar við höfum gasi sem við þekkjum og við vitum hvað það er. Og þetta var kosningamál, nú rétt eftir að Steingrímur var kosinn á þing, þetta er 1938 og þarna er, ég líka haldið fram að ég hef verið í borgarstjórn þessum tíma, það er ekki rétt sko, en og þarna er fyrirsögnin kjósi hitaveitun í dag, þetta er ekki Viðreisn, C-listinn og það er magnað því að menn hafa iðulega talað það réttilega, þetta verið mikið efnahagsmál, þetta var líka umhverfismál og fyrirsögnina þarna er burt með fyrirhöfn, óþrifna og kostnað við kolakyndinguna og heitt vatn að koma í öll eldhús og gróðurhús að rísa allan bæ. Það gekk kannski ekki alveg eftir en kannski heitu pottarnir kom í staðinn. Og hreint loft yfir Reykjavík þegar hitaveitan er komin. Og ég bara, því að þetta er rosa stórt verkefni sem við horfum á, ég held að sé ágætt að hugsa það þegar við vorum sárafátæk þjóð að berjast fyrir okkar sjálfstæði bæði efnahagslega og pólitísku því það var svo sannlega ekki sjálfsagt og ég ætlum ekki að rekja það hér að þar voru framsýnt fólk í forystu á Íslandi sem steig þessi skref og við njótum góðs af því og komandi kynslóðir. En svo bara aðeins til þess að fara yfir verkefnið og ég er að reyna að einfalda þetta eins og hægt er vegna þess að maður þarf að tala um marga og koma skilaboðunum áleiðis og menn hafi svona stóru myndum fyrir fram að sig að þá erum við raunin að taka í þessu alþjóða samstarfi gegn loftslagsbreytingunum og þá er þetta svona 3 þættir. Þetta er annars vegar þetta viðskiptakerfi ESB, ETS, þar sem að við erum með Evrópu og Evrópusambandslöndunum og Noregi í því að í þessu kerfi þar sem er inni alþjóðaflugið og sömuleiðis stóriðan. Svo miðjupunkturinn sem að við þurfum að hafa sérstök auga á, það er bein ábyrgð Íslands og síðan er annað sem er í alþjóðasamstarfi sem er landnotkun og skógrækt. Og markmiðin eru mjög háleit og ég er svo sem ekkert verið að leggja mikla vinnu á hvort að við séum með háleitustu markmiðin eða næst eða hvort við erum nummer 2 eða 3. Við erum allavega, það eru mjög fáir en nokkrir með jafn háleit markmið og við.
að það að Ísland verði kolefnislaust Ísland árið 2040 og við verðum óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Og þetta mjög metnaðarfullt. Og til að setja þetta í eitthvað samhengi að það sem á beina ábyrgð Íslands þá þurfum við að taka niður losa okkur við 1,3 milljónir tonna fyrir 2030. Og það 2030 bara morgun. Þannig okkur liggur virkilega á til að ná þessum árangri. Ef við náum ekki þessum árangri að þá þurfum við að kaupa okkur losunarheimildir. Ekkert ósvipað því að við vorum ekki alveg nógu dugleg að rækta skóg og rækta upp landið, að þá þurfum við að borga 700-800 milljónir í uppgjöri á Kyoto-samkomulaginu. Það eingreiðsla. Þetta hins vegar upphæður upp á svona, við þær forsendur sem í dag, 1 milljarð upp á 10 milljarða á ári sem við ætlum að kaupa ef við gerum ekki neitt í þessum málum. En við ætlum ekki að gera það og við getum þess vegna þá seltar ef við myndum ná betri árangur heldur um mættum. Og hvað þetta á beina ábyrgð Íslands sem að við ætlum að klára fyrir 2030? Það að langstærstu hluti að þá það jarðefnaeldsneyti og þar eru vegasamgöngurnar, fiskiskipin og jarðvarmavirkjanirnar og strandsiglingarnar langstærsti hlutin. Og ég vil vekja athygli ykkar á því að ég með ykkur hér og ég veit að þið eru mörg að stunda ferðamennsku samhliða ykkar rekstri, að ég vil hvetja ykkur til að skoða það að nýta, því þið allir geta selt rafmagn, það getur verið tekjupóstöð fyrir ykkur, að þið þurfi ekki einhver hraðhleðslustöðvar heldur bara hefðbundnar stöðvar sem að þið geti þá, sem að fólk getur tengt sig til dæmis yfir nóttina og borga þá bara í gegnum app til viðkomandi gististaðar. Og ég nefni þetta vegna þess að hleðslukvíðin stórt mál sem við þurfum að vinna á til þess að ná settum marki. Síðan það úrgangurinn og það ýmislegt það sem við getum gert miklu betur og okkur liggur á í því. Það úrðun úrgangs meðhöndlun skógs, jarðgerð, brennsla og opin bruni og það nokkuð sem við þurfum að vinna saman í og leita praktíska leiða til þess að ná árangri og ég veit að það vita allir hvað ég að tala upp hér. Allavega ýmislegt sem snertir ykkur beint sem að við höfum verið að ræða við bændasamtökunum að finna lausnir á. Síðan það landbúnaðurinn og þá það ekki skógræktin og landgræðslan heldur áburður, nytjajarður, iðragerjun og meðhöndlun húsdýraáburðar og aftur við gerum ekkert án ykkar, það þið sem þekkja þetta best og þess vegna við í þessu geira samkomulagi að vinna með ykkur að finna lausnir á þessu sem og öðru og síðan F-gös og þessu kælimila sem við ætla nú kannski ekki eyða mörgum orðum á. En síðan það nú bara þannig og það mér finnst verið svolítið vandræði, við setjum, þetta svolítið bara eins og John F. Kennedy sagði við ætlum að fara til tunglsins og svo var það bara, menn kannski alveg búin að átta sig hvernig ætla að gera það en gerðu það síðan á endanum. Við setjum þessi háleiti markmið og það var engin katalógur því komin í ráðuneyti hvernig við ætlum að ná þessu. Og mér brá svolítið þegar ég heyrði svona umræðina, vegna þess að því ég var búin að taka þessu umræðu út víðan heim og tala fyrir loftslagsmálum og þar umræðan eðlilega stóra það orkuskiptin, menn að hætta með bensín og dísil í okkar tilfelli og gas og kol og ætla að fara í græn orku. Og við komumst ekki hjá því að við náum aldrei árangri nema við framleiðum græn orku. Þurfum að fara betur orkuna, já, og finna ýmsar leiðir, við þurfum líka að nýta hringrásarhagkerfi og ýmislegt, en við komumst aldrei hjá því að hafa meiri græn orku til skiptana. Og þá það bara, hver svona staðan í þessu? Að þetta allar virkjanir landsins og þær margar, misstórar og til að setja þetta í eitthvað svona samhengi þá uppsett afl þarna 3000 megawatt og síðan aflið sem sagt þarna líka 19.600 gigawatt og við þurfum að auka þetta sem að þessu nemur til þess að hafa í orkuskiptin. Það að segja við þurfum annað eins og það bara svo staða sem við erum í dag og við þurfum að finna lausnir á því hvernig við gerum það. Og við erum auðvitað búin, þessi ríkisstjórn sem að núna búin að gera meira í þessum málum heldur gert í mjög langan tíma. Þannig að við klárum þriðja áfangan varðandi ramman og ýmislegt fleira sem gerir það verkum að það núna í nýtingaflokki þetta, þar að segja að það vatnsaflið 214 megawatt og vindorkan 220 og jarðhitinn 865 megawatt. Svo það sé alveg á hreinu
að vindorka nýtist ekki af vel eins og vatnsaflið og jarðvarmin en það önnur saga. Svo það hvað í pípunum, að þá það þetta sem svona í pípunum og okkur vantar svona 650 megawatt fyrir 2030 og þetta allt saman samt sem áður sko mjög mikilvæg óvissu háð og við þurfum auðvitað miklu meira þegar kemur fyrir 2040 og við skulum hafa það í huga að allt þetta tekur langa tíma, það sem tekur stysta tíman vindorkan en aðri bæði jarðvarminn og vatnsafli hefur margra ára ferli í för með sér. Síðan það sem svona í möguleika varðandi vindorkuna að það telja með þessi 600 megawatt fyrir 2030 og 2500-4000 megawatt fyrir 2040. Þetta allt mjög mikil óvissa háð og bara svo það sé alveg sagt þegar þessi kort sýnd þar sem allir þessi vindorkugarðar sem hafa verið í fjölmiðlum annars, þetta sumt af þessu ekkert annað en bara það að einhverju fá hugmynd þetta og það ekki búið að tala við landeigendur, það ekki búið að gera rannsóknir neitt slíkt og það algjörlega ljóst að mjög lítið af þessu eða það verður að veruleika. Allavega við höfum ekki hugmynd það vegna þess að þetta oft á tíðum einungis bara hugmyndir á blaði. En aftur að þessu, okkur vantar einhver 3000 megawatt og þá það hverjar stærðirnar í þessu. Og margir segja við mann núna, þetta sveiflar svolítið umræðan og við sem þjóð þurfum að taka þessu umræðu, við skulum bara taka þetta í gegnum vatnsaflið. Hvammsvirkjun sem núna hvað mest í umræðinni og komið lengst, og hún 95 megawatt. Þannig ef við ætlum að klára þetta í gegnum stærða slíkum virkjunum þá vantar okkur svona 30 hvammsvirkjanir. Og ef einhver veit 30 hvammsvirkjanir þá væri ágætt að fá að vita því að ég hef ekki fundið þær og ég held að það í seint sátt það. Og það Búrfellslundur sem sömuleiðis í nýtingarflokki á leiðinni, hann 120 megawatt en þá skulum við hafa það í huga að það ekki jöfn orka þar, heldur þetta kannski 50% og það sveiflur í því. Kárahnjúkavirkjun 690 megawatt og það engar áætlanir neina slíka virkjanir, vatnsaflsvirkjanir, neinstaðar í neinum kerfum eða í hvorki biðflokki eða nýtingarflokki í rammanum. Svo til þess að gera þetta aðeins skemmtilegra eða ekki að þá höfum við vegna þess að við höfum og það ótrúlega hvað við höfum lítið rætt þetta að þá höfum við og lítið gert að þá annað sem að fyrir utan þetta allt saman og það heita vatn okkar sem okkur finnst vera alveg sjálfsagt að þar þetta bara höfuðborgarsvæðið, þetta afkastagjarna Veitni í dag og þetta áætluð eftirspurn á næstu árin með öðrum orðum að þeir með 1200 megawatt og þetta ekki rafmagnsframleiðsla, þetta bara heita vatn í húsinu okkar, það 1200 megawatt sem svona tvöföld stærðin á Kárahnjúkavirkjun og það þarf annað eins bara til að hafa heitt vatn í húsinu okkar, í sundlaugarnar og annað slíkt. Og höfum það alveg á hreinu, það ekkert eðlilegt þegar það ekki vont veður á Íslandi og við þurfum að loka sundlaugum. Það þýðir það við höfum ekki verið að huga að málum. En þetta bara höfuðborgarsvæðið en við skulum líka hafa það í huga að það á mörgum stöðum alvarlegt ástand á landinu. Það ekki það að okkur vanti heitt vatn á Íslandi meðan að byggð verður á Íslandi að þá verður heitt vatn hérna en við þurfum hins vegar að finna það og geta þá nýta en kannski við búin við það allt það auðveldast að við vitum það ekki en við munum ekki finna heitt vatn nema að leita heitu vatni og það nokkuð sem við erum að búin að leggja mikla áherslu á. Síðan hef ég enda í alltaf hér með einhverju svona glæru. Og ég segi við þá og ég held að það sé nú enginn hér í þessum hópi, það kemur alltaf verið óvart að sem að kann ekki að meta fegurð íslenskrar náttúru og við hafum einhverju tilfinningar í það en það einhverju sem að kannski telja sig vera þar og finnast þetta ekki skipta neinu máli og þetta snýst allt krónur og aura að þá bara ekki bara tilfinningu verðmæti í ósnortinni íslenskri náttúru það bara hrein efnahagsleg verðmæti og þetta bara skoðanakönnun með 89% ferðamanna segjast ferða til Íslands til að sjá ósnorta náttúru
Þannig ef við gætum ekki jafnvægis og vöndum okkur ekki, að þá erum við að ganga á hagsmuni komandi kynslóða og við verðum að hafa það í huga. Þannig að mín skilaboð til ykkar eru bara einfaldlega þessi. Við höfum, og ég þakka stjórn bændasamtakana og formann og framkvæmdastjóra fyrir gott samstarf. Við viljum og verðum að vinna með ykkur og því að það er útilokað fyrir okkur að ná árangri án þess að stjórnvöld og bændur vinna saman. Það er algjörlega útilokað. Þið þekkið hlutina best, þar sem þeir að snýra að landbúnaði, alveg eins og þeir sem að eru í öðrum atvinnugreinum þekkja þær atvinnugreinar best. Þess vegna eru að fara í þetta svokallaða geiravinnu, kallað loftslagsvísar, þar sem við erum að gera áætlanir með hverri atvinnugrein fyrir sig, hvernig við náum settu marki. Hvað þýðir samráð og samvinna? Það þýðir það tekur svolítið tíma. Við þurfum að hittast oft og við þurfum að fara vel yfir hlutina og við þurfum að hafa sem allra bestu upplýsingar og það tekur tíma en það er líka í mínu huga eina leiðin til að ná árangri. Þannig að ég vil bara nota tækifærið og þakka fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Ég þakka fyrir samstarfsjátt við ykkur fram til þessa og ég hlakka til samstarfsins í náinni framtíð og vil vekja athygli okkar allra á því að þegar við erum búin að ná þessum árangri að þá munum við öll hagnast á því. Það er enginn, hvorki Íslendingur eða útlendingur sem munir segja að ég ætla ekki að kaupa íslenska landbúnaðarafurðir af því að Ísland er búin að ná svo stórkostlegum árangri í loftslagsmálum. Það mun bara auka verðmæti vörunnar og verðgildi. Og það verða mín loka orð og þakka fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Ég að sigta út myndir inn á Smartland fyrir ykkur. Þetta sé ekki rétt. Þá bið ég bara Stellum að koma og laga þetta fyrir mig ef ég hef eitthvað klikkað á glærunum. En ágætur ráðherra, kærar þakkir fyrir góða ræðu og fræðandi og hvetjandi orð. Ég ætla að segja ykkur frá einu verkefni sem við tókum þátt í fyrir 2 árum síðan, bændasamtökin, en þá var undirritaður samstarfssamningur á milli Pure North Recycling, bændasamtakanna, Skaftárhrepps og sorpsamlags Strandasýslu. Ég er á vitlausum stað. Fyrirgefðu, maður bjóða þér að koma og græja þetta bara rosa mikið í gangi. Já. Já, þá veitum við það að ég get ekki bara ábyrgð á glærukynningum. En ég verð að segja frá þessu verkefni að þetta samstarf það hafði þann tilgang að auka innlenda endurvinnslu sem myndi leiða að sér tiltekna verðmætasköpun og nýsköpun og minnka umhverfisáhrif vegna úrgangsmeðhöndlunar. Og samstarfið er því mikilvægt innlegg í uppbyggingu hringrásarhagkerfisins og núna er verkefnið á tímamótum sem sýnir hringrásarhagkerfi í sinni tærustu mynd. Það er einstakt að ná að loka hringrásinni innan sömu starfsgreinar, þar að segja landbúnaðarins. Það er með landbúnaðarplasti frá bændum og sem verða þá að girðingarstaurum. Og ekki skemmir að þessi staurar eru líklega þeir umhverfisvænustu í framleiðslu bara í heiminum í dag. Þeir eru komin hingað frá Pure North, Börkur og Agnes sem vilja fá afhenda ráðherra sem ég veit það er skógarbóndi, fyrsta staurinn. Gjör svo vel. Gjör svo vel. Kæra þakki, mér veitir ekki að þessum stöð, En nú er mitt að fara í Skaftártunguna. Já.
bara á eftir til að halda aðalfund veiðifélagsins. Eina skipt sem ég verið í eftirspurn, ég mætti ekki á aðalfund og kosið formaður. En mér vantar svo sannarlega stauða. Kæra þakkir og takk fyrir frábært framtak. Takk fyrir og það má kannski hérna nefna að þetta verkefni var einmitt styrkt af umhverfis- og loftslags- og ráðuneytinu. Þannig að þetta var á gott sko. Þetta hét annað Umhverfis, orku og loftslags. Þetta alls ekki svo flókið. Spurðu bara Gunnar og Vigdísi, þeir eru alveg með þetta. Ég skal muna þetta næst. En takk fyrir. Við höldum áfram í skipulagða dagskrá. Á búnaðarþingi 2021 var samþykkt ályktun þar sem lagt var til að fara í heildstæða endurskoðun á tryggingamálum bænda og þar með talið lögum bjargráðasjóð, en búnaðarþing taldi að auka þyrfti tryggingavernd innan atvinnugreinarinnar, fyrirsjáanleika, skilvirkni og uppgjör á tjónum. Á allra næstu dögum að þá verður framkvæmd könnun meðal bænda þar sem markmið að leggja mat á það hvort að vilji standi til þess að koma á fót einhvers konar samtryggingu meðal bænda víðtækari tryggingavernd en nú í boði. En til þess að fara yfir þessi mál heildstætt þá vil ég bjóða Huldu Ragnheiði Árnadóttur forstjóra Náttúruhamfaratrygginga velkomna upp á svið. Gjörðu svo vel. Já, komið öll sæl og gaman að sjá okkur og fá tækifæri til að tala við ykkur í dag. Það er orðið langt síðan að ég var bóndi en ég var samt bóndi einu sinni þótt að ég sé nú kannski komið alltaf langt frá því í dag. Þá er ég fyrrverandi aðaldælingur þannig að kannast við nokkra sem ég sé hérna í salnum. En ástæðan fyrir að ég kem hérna er að sem sagt, Náttúruhamfaratrygging Íslands hefur tekið að sér umsýslu með bjargráðasjóði og í tengslum við fundahöld í kringum það, þá kom upp samtal það hvort að við gætum ekki með einhverjum hætti komið skilaboðum til bænda það hvernig þeir geta betur fullnýtt þá möguleika sem eru í þessum tryggingum í dag. Og það eru alltaf að koma upp mál hjá okkur þar sem eru einhver göt í því að við vildum gjarnan að fólk væri betur tryggt heldur en að það síðan reynist vera þegar tjónin eiga sér stað. Og það er því miður þannig að akkurat á stundum eins og þessum þá finnst engum sérstaklega gaman að tala tryggingamál. Og ég get alveg sagt að einu skiptin sem að mér finnst raunverulega á mig hlustað þegar ég tala tryggingamál það er þegar tjónin hafa orðið og ég fer á íbúafundi í sveitarfélögum þar sem hefur nýlega orðið eldgos eða jarðskjálfti eða flóð. En þá er of seint að hlusta. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að hlusta vel núna og nýta síðan það sem þið viljið nýta af því sem ég segi og reyna aðeins að koma því til skila til ykkar fólks í ykkar búgreinum og það kallar vissulega á það að setjast aðeins yfir tryggingaskilmála eða með ykkar þjónustu fulltrúum í félögunum. En ég get alveg lofað ykkur því að þið munu þakka fyrir það ef á reynir síðar. Ég ætla bara svona örstutt að segja á hverju Náttúruhamfaratrygging Íslands byggir. En 1973, þegar eldgosið varð í Vestmannaeyjum fyrir sléttum 50 árum síðan, þá var ekkert til sem hétu náttúruhamfaratryggingar eða viðlagatryggingar. Þannig að það var hróflað upp á bara örfáum dögum því sem hét þá viðlagasjóður og er mjög fast í huga fólks að viðlagatrygging og náttúruhamfaratrygging sé það sama og viðlagasjóður. Viðlagasjóður krafðist ekki iðgjalda, það var bara ákveðið að ríkið greiddi þar inn í sjóð sem síðan bætti Vestmannaeyingum það tjón sem þar varð. Og strax haustið 74 varð mannskætt snjóflóð í Neskaupstað sem ýtti enn frekar á að það yrði komið á einhverju svona formlegri tryggingu sem þýddi það að í ársbyrjun 75 var
Viðlagatrygging Íslands stofnuð á grunni gamla viðlagasjóðs og þá í rauninni breyttist þetta yfir í tryggingafélag sem að krefst þess að það séu greidd iðgjöld fyrir bætur sem bótaskyldur sem að skapast í tilteknum aðstæðum. Þetta viðlagatryggingarnafn er gamalt og gott og mjög margir sem að tengja við það og við Vestmannaeyjar vegna þessa nafns, en vandinn við viðlagatryggingarnafni var það að enginn sem að, við skulum segja, er kannski næsta kynslóð eftir mér hafði hugmynd til hvers er vísað með þessu viðlaga fornafni. Og ég hef svona ákveðna kenningu sem er svo að þegar ég var í skóla þá lærði ég hjálp í viðlögum. Það var svona eitthvað skyndilegt og ófyrirséð sem maður ætti að geta brugðist við, en nú læra allir skyndihjálp. Þannig að þeir sem að unga fólki í dag tengir ekkert við þessi viðlög, annað en bara einhver góð viðlög á þorrablótum. Þannig að þess vegna var þessu breytt í náttúruhamfaratrygging sem er ætlað að vera svona meira lýsandi fyrir það hvert hlutverk stofnunarinnar er. En þetta er sem sagt stofnun sem er í 100% eigu Íslenska ríkisins með sjálfstæða stjórn og sjálfstæðan fjárhag, er ekki á fjárlögum, heldur er eingöngu fjármögnu á iðgjöldum sem að greidd eru til hennar. Og ég er búin að starfa mjög lengi hjá náttúruhamfaratryggingu og viðlagatryggingu þar á undan og það er svona nánast undantekningarlaust að fólk segir hver tryggir eiginlega hjá náttúruhamfaratryggingu, af því að fólk hefur ekki hugmynd að það greiða allir Íslendingar nánast sem eiga fasteignir eða húseignir greiða iðgjald til þessara tryggingar í gegnum sitt vátryggingafélag og ég ætla aðeins að útskýra hvernig það virkar. Það eru þessir 5 atburðir sem eru nefndir hér sem að eru vátryggðir hjá okkur. Það eru jarðskjálftar, eldgos, snjóflóð, vatns- og sjávarflóð, þó með smá útskýringum sem ég ætla að fara í á eftir, og síðan skriðuföll. Og þetta eru sem sagt tjónvaldarnir sem eru tryggðir hjá okkur. Það er ákveðin ástæða til þess að taka fram að vatnsflóð sem að verða vegna skýfalls eða asahláku eru ekki tryggð hjá okkur og ástæðan fyrir því er svo að það eru tryggingar sem að eru í boði á almennu markaði og vátryggingafélögin selja þær og það sama gildir foktjónstryggingar eða óveðurstryggingar að þær eru líka í boði hjá almennu félögunum og teljast ekki til náttúruhamfara í þeim skilningi sem að lögin okkur gilda. Þannig að þetta er hvort tveggja eitthvað sem er í boði á almennu markaði og er þess vegna ekki hjá okkur. Það er mjög algengt að fólk spyr mig hvort það hafi nokkuð gerst hjá okkur síðan árið 2008 þegar jarðskjálftarnir urðu á Suðurlandi. Fólk bara áttar sig ekki á því hversu oft kemur til kasta náttúruhamfaratryggingar. Þannig að mér langar að sýna ykkur bara örlitla tölfræði sem að segir okkur að frá árinu 1987 hafa orðið 276 tjónsatburðir sem að hafa komið til afgreiðslu hjá okkur og þeir eru allt frá því að vera 1 og 2 hús og upp í það að vera 5.000 tjón sem að til dæmis í jarðskjálftanum á Suðurlandi 2008. Þetta eru svona 7 atburðir sem að standa hérna upp úr og nýjasti atburðurinn sem var svona stór atburður eru aurskriðurnar sem að urðu á Seyðisfirði árið 2020 og kostuðu eitthvað ríflega 1,5 milljarð en annars hafa til dæmis eins og þið sjáu að það er mjög lág súlan fyrir 22 en eins og til dæmis bara árið 2021 voru 14 tjónsatburðir sem að komu til kasta okkar þar sem að 1 eða fleiri tjón urðu en það er jafn mikilvægt fyrir þennan eina tjónþola eins og fyrir þá sem að verða 5.000 manns á sama tíma fyrir tjóni að fá tjón sitt bætt þótt að það sé vatnsflóð sem að verður kannski á mjög afmörkuðu svæði. Þannig að mínu mati er þetta gríðarlega mikilvæg trygging fyrir alla allt land. Þá komum við að þessu hvernig greiðið iðgjöldin til okkar. Það eru samningar á milli Náttúruhamfaratryggingar Íslands og allra vátryggingafélagana á Íslandi
að þegar brunatryggingariðgjöldin af fasteignum eru greidd til, sem eru skyldutryggingar, eru greidd til félagana, þá annast þau og bera ábyrgð á því að innheimta jafnframt iðgjald sem að fer til okkar, sem að er 0,25 prómill af brunabótamati eignana, eða 0,025%. Ef þið skoðið vátryggingaskírteininn ykkar þá sjáið að það er lína sem að stendur iðgjald til Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Og þetta er skylda þannig að bara allir kofar á Íslandi sem hafa þak og eru í fasteignaskrá, þeir eru tryggðir hjá okkur. Þannig að við erum bara með altryggingu á öllum húseignum á Íslandi. Hins vegar varðandi brunatryggt innbú og lausafé, þá er ekki skylda að vátryggja það. Og nú bið ykkur að hlusta rosalega vel. Það er ekki nema það bil 70% af innbúi á Íslandi, innbúum bara á venjulegum heimilum sem eru brunatryggð. Það er almennur misskilningur, sérstaklega hjá ungu fólki sem er að hefja búskap eða fólki sem er að kaupa sína fyrstu íbúð, af því að það er skylda að gefa upp hvaða tryggingafélagi fólk tryggir hjá þegar það er að eiga fasteignaviðskipti og þú þarft að skrá að það sé Sjóvá eða Vís eða Vörður eða TM. Og þá hafa sumir bara misskilið þannig að þá sé bara búið að ganga frá tryggingunum ykkar. En það er ekki þannig. Það á eftir að ganga frá því hvað ætlið að tryggja því sem er inn í húsinu. Og ég bið ykkur að taka þetta samtal við unga fólkið sem er ekkit endilega hérna í dag. Ég er alltaf að reyna að koma þessum skilaboðum á framfæri. Og unga fólki sem er hérna líka. En ég er að tala unga fólki sem er ekki í salnum. Að það er mjög mikilvægt að ræða bæði það að koma tryggingunum á og ekki síður að tryggingaverðmætið sé rétt og það þarf að hjálpa fólki að átta sig á því hversu mikils virði innbú í einu húsi er. Það er mjög algengt, bara svo ég segi ykkur það, að innbú svona hjá venjulegu fólki kosti kannski svona 20 til 25 milljónir. Það eru mjög margir sem eru með innbúið sitt tryggt fyrir svona kannski 7 til 11. Og hvað gerist þá? Þá er innbúið ykkar undirtryggt og það er reiknað út hversu mikil er undirtryggingin og bæturnar eru skertar til samræmis við undirtrygginguna vegna að þið getið ekki bara tryggt það sem að skemmist í húsinu ykkar. Þið þurfið að tryggja allt og svo fáið þið það sem að skemmist bætt. Þannig ef að innbúið er 20 milljón króna virði og þið tryggið það fyrir 10 milljónir og það verður tjón upp á 5 milljónir, þá eigið þið samkvæmt reiknireglunni að fá 2,5 milljón í bætur og borga því eigin áttu. Þannig að þetta er eitthvað sem ég bið ykkur að hugsa um. Annað hvað er skráð inn í innbú og lausafé, að lausafé getur innifalið allt mögulegt sem er ekki inn í húsunum ykkar. Þannig að margir eru með dýra sláttutraktora og allt mögulegt sem það vill hafa inn í og þá þarf að skrá það. Landbúnaðartrygging flokkast undir það að vera lausafjártrygging, þannig að þegar þið kaupið landbúnaðartryggingu þá er greitt iðgjald til Náttúruhamfaratryggingar af henni. Þannig að það sem er inn í landbúnaðartryggingun ykkar er líka vátryggt hjá okkur. Það er hins vegar ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað er inn í tryggingum hvers vátryggingarfélags, af því að það er mismunandi hvernig félögin standa að landbúnaðartryggingunni. Sumir velja að vera með mjög víðtæka landbúnaðartryggingu, þá er ég að tala um félögin, velja að vera með víðtæka landbúnaðartryggingu þar sem að allt er innifalið og fólk þarf ekki að segja já ég ætla að hafa heyrúllur tryggðar og ég ætla að hafa bústofninn tryggðan og svo framvegis. En hjá öðrum félögum er það þannig að þið þurfið að haka við. Ég ætla að hafa heyrúllur og ég ætla að hafa bústofn og ég ætla að hafa þetta og ef þið hakið ekki við eitthvað, þá er það ekki tryggt. Og við erum bara með mjög nýlegt dæmi þar sem að bóndi varð fyrir mjög miklu tjóni á heyrúllum þar sem að flæddi sjór upp á tún og stórskemmdi heyrúllur í miklu magni og hans tryggingafélag
krafðist þess að hann hafði semst fengið á einhverjum tímapunkti blað þar sem hann átti að haka við hvað var inni. Þar voru heyrúllurnar ekki inni og við máttum ekki greiða þetta tjón. En ef hann hefði verið tryggður hjá öðru tryggingafélagi, þá hefði þetta verið inn í hans pakka. Þannig að ég bið ykkur að skoða þetta vel og mér langar mjög mikið til þess að þið komið þessum skilaboðum áfram til ykkar búgreina með einhverjum hætti. Og við erum alltaf fús hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands til þess að koma og tala við ykkar fólk og þið getið beðið okkur að koma og halda erindi, þið getið beðið okkur að skrifa greinar í einhverja miðla sem eru með eða hvernig sem að þið veljið að koma skilaboðum til ykkar fólks. En sem sagt, vátryggingarfjárhæðin skiptir að sjálfsögðu mjög miklu máli og varðandi fasteignirnar þá það þannig að það brunabótamat fasteignarinnar sem að ræður. Og þar líka eitt atriði sem að þið ættu að hafa í huga að brunabótamatið það uppfærist árlega með við vísitölu frá ári til árs en þegar verða síðan einhverjar breytingar á eignunum, viðbætur eða verulegar endurbætur sem að auka verðmæti eignana þá þurfið þið sem eigendur að tryggja að það fari fram endurmat á eignunum. Þið þurfið að ef að byggingafulltrúi tekur út eignina þá hann að sjá til þess að það skilir sér í brunabótamat en þið sem eigendur þurfið að kalla eftir þessu mati og síðan að ganga á eftir því ef að það ekki skila sér beint inn í brunabótamat vegna þess að ykkar hagsmunir eru verulegir þegar kemur á þessu og þar á ég líka nýlegt dæmi mjög sorglegt mál þar sem að varð altjón á húsi sem að hafði verið í endurgerð síðustu 5 ár og búið að gjörbylta því frá því að vera 10 milljón króna virði upp í það að vera 40 milljón króna virði og eignin var tryggð fyrir 10 milljónir á tjónstigi. Þannig að þetta eru hlutir sem mjög mikilvægt að hugsa og vátryggingasamningarnir sem að þið gerir við ykkar vátryggingafélag og fjárhæðin sem að þar stendur, hún það sem að ákveður fyrir hvað eignin tryggð hjá okkur á tjónstigi, þannig að þið ákveðu það með ykkar félagi. Við fáum mjög oft til okkar tilkynningar foktjón þar sem að viðkomandi leitar til okkar vegna þess að hann reynist ekki tryggður hjá sínu vátryggingafélagi. Við megum aldrei borga foktjón vegna þess að það ekki inn í okkar tryggingum og það bara gamla sagan að þú færð ekkert bætt nema þú sért tryggður og við þurfum að vinna eftir þeim aðferðum líka. Þannig að foktjón og tjón vegna asaláku þau fást ekki bætt hjá okkur og það þarf að kaupa þessar tryggingar sérstaklega hjá félögunum og hjá einhverju félagi og jafnvel 2 foktjón og asaláka mögulega inn í landbúnaðartryggingunni en þetta mismunandi á milli félaga þannig að það þarf hver og einn að skoða þetta með sínu félagi. Síðan bara svona rétt í lokin almennt eru bifreiðar ekki tryggðar fyrir náttúruhamförum og almennt engin sérstök ástæða til þess að gera það. En þeir sem að hins vegar búa á svæðum sem að eru alla jafna í mikilli skriðuhættu eða eldgosahættu getur alveg verið ástæða til þess að skoða hvort að þeir hafi áhuga fyrir því að kaupa brunatryggingu á bílinn sinn sem að gera þeim kleift að tryggja hann gegn náttúruhamförum hjá okkur vegna þess að almennt eru náttúruhamfarir undanþegnar í kaskotryggingum. En það heldur ekki alveg einhlítt. Það mismunandi á milli félaga. Það eru sum félög sem að taka til dæmis aurskriður í kaskotryggingu en það eru önnur félög sem gera það ekki. Þannig að þetta líka eitthvað sem að þið þurfum að skoða sérstaklega. Þannig að þá þetta í rauninni bara hvað getið þið gert? Það eru 4 punktar sem ég ætla að skilja ykkur eftir með til þess að bæta tryggingaverndina í náttúruhamförum og veðurtjónum. Þótt að ég hafi ekki fengið neinn sérstakt hlutverk sem talsmaður tryggingafélagana hérna, þá finnst mér alltaf vont þegar ég fæ fólk sem að ekki tryggt af því að það veit ekki betur í
varðandi foktjónin og asalákuna. Farið yfir fjárhæðirnar í lausafjártryggingunum ykkar og fullvísið ykkur að það sé í samræmi við verðmætin sem að liggja undir. Af því að undir tryggingar ákvæðið í öllum tryggingaskilmálum ansi hart við þá sem að eru með verðmætin illa metin. Fullvísið ykkur að landbúnaðartryggingin innifeli öll þau verðmæti sem máli skipta og þar með talið heyforða og annað það sem að vilji til þess að sé vátryggt. Þar sem að talin mikil hætta á að tjón verði af völdum náttúruhamfara, þar getur verið ástæða til að brunatryggja bifreiðar sérstaklega. Og verið endilega bæðið með foktryggingu og asalhákutryggingu hjá almennu vátryggingafélögunum til að tryggja ykkur gegn algengustu veðurtjónunum. Og þetta auðvitað mismunandi hversu mikið tjónnæmi á svæðum eftir svona vindstyrk sem að algengt að sé, en hafið þetta sérstaklega í huga. Þannig að þá ætla ég að hætta að messa yfir ykkur hérna tryggingar og vona að allir hafi lært eitthvað pínlítið, en síðan ykkur velkomið að hafa samband við okkur hjá NTÍ og kalla eftir nánari skýringum. Takk. Kæra þakki fyrir þetta, Hulda. Það verið að bera mat fram á borðið. Starfsfólki að útvega vatn, þannig að það einhvern veginn þokast hérna í þessa átt, vatnaborðið, en við höldum bara áfram. Og allt frá búnaðarþingi 2020 að þá hefur verið ályktað svokallað aðra stoð bændasamtakanna. Það að settur verði á laggirnar samstarfsvettvangur bændasamtakanna og fyrirtækja í landbúnaði. Á síðasta ári voru samtök fyrirtækja í landbúnaði, SAF, stofnuð og hafa átt sér stað fundir með þeim undir verkefnisstjórn Steingríms J. Sigfússonar og Sigurgeirs Þorgeirssonar, þar sem meðal annars hefur verið horft til fyrirmyndar frá Danmörku. Ég ætla að fá að bjóða Steingrím og Sigurgeir velkomin til þess að halda sína kynningu og í kjölfarið þá mun verður opnað á spurningar og eilitlar umræður. Unnsteinn Snorri mun stýra þeim umræðum og starfsfólki verður með hljóðnema hérna út í sal, þannig að þetta gangi allt hratt og örugglega fyrir sig. Bara gjörið svo vel. Já, góðan daginn, komið sæl, ágætu búgreina þingsfulltrúar. Ráðherinn er farin ekki, ég þarf ekki að fara með þá þulu alla. En ég vek athygli á því, talandi Smartland, hvernig við völdum að vera klæddir í dag, ég og ráðherrann. Við vorum nákvæmlega eins klæddir. Í svona ljósblárri skyrtu, bindislausir, dumbröður í peysu með vaffhálsmáli og stökum jakka utan yfir. Þannig að við stóðum okkur. Það sem að ég ætla að gera hérna að kynna sem sagt undirbúning, það sem staðið hefur yfir í það bil ár, pluss mínus, og Vigdís nefndi hér, að vinna að undirbúningi þess að til verði sameiginlegur heildarvettvangur fyrir landbúnaðar geiran á Íslandi. Heildarsamtök sem taki til bænda og alls sem á bakvið bændasamtökin eru og síðan þeirra fyrirtækja sem eru að taka við vörum frá bændum, vinna úr þeim, selja þar eða veita bændum eða landbúnaðinum þjónustu, selja fóður og svo framvegis. Við Sigurgeir tókum að okkur að vera það beðnir að vera einhvers konar umræðustjórar eða verkstjórar í þessu verkefni og eftir að hafa fengið fullviss að það væri með fullum stuðningi og vilja beggja bændasamtakana og samtaka fyrirtæki í landbúnaði, þá tókum við þetta að okkur. Enda allir með ekki segjum okkur að okkar taugar séu þannig gerðar að við segjum illa nei við einhverju sem landbúnaðurinn biður okkur og við heldum að geti orðið til gagns. Við höfum auðvitað tekið okkur bara stöðu sem algjörlega hlutlausir og hlutlægir verkefnisstjórar eða umræðustjórar í þessum samtölum, leitt þau áfram og unnið ýmsa undirbúningsvinnu.
þá er það komið. Við erum þarna með 2 nafngiftir undir fyrirsögninni Heildarsamtök í landbúnaði. Við höfum svona sem vinnuheiti talað annarkvort landbúnað og matvæli eða Landbúnaðarsamtök Íslands. Þetta liggur ekki fyrir nein niðurstaða, en landbúnaðar og matvæli vísa auðvitað dálítið beint til Danmerkur og þangað höfum við sótt talsvert fyrirmyndina, eins og kunnugt og ég kem betur að síðar. Aðdragandann, og þá er spurning hvar ég færi þetta upp. Nei. Svona, aðeins aðdragandann, það var nú komið inn á það hér, en staðreyndin sú að þetta á sér alllanga forsögu og á vettvangi búnaðarþings hefur núna síðastliðin 3 skipti verið ályktað þetta með nokkuð skýrum hætti. 2020 talað ein öflug hagsmunasamtök fyrir landbúnaðinn, byggt á 2 stoðum, bændum og landbúnaðartengdum fyrirtækjum. 21 þetta svona orðað: mikilvægt að koma á formlegum samstarfsvettvangi bænda og afurða og þjónustufyrirtækja í landbúnaði. Og á síðasta þingi, búnaðarþing, samþykkir tillögu stjórnar samstarfsvettvang BÍ og fyrirtækja í landbúnaði. Þannig að út af fyrir sig mætti segja þegar liggi fyrir skýr vilji og skýrt umboð til að klára verkefnið. Nú samhliða hafa svo aðilar í landbúnaðartengdri starfsemi, afurðastöðvar og tengdir aðilar ýmsir, myndað sér samtök. Þau voru stofnuð snemma árs í fyrra og hér skammstafað SAFL, Samtök fyrirtækja í landbúnaði. Þau fyrirtæki sem að hluti þeirra var í samtökum iðnaðarins hafa nú yfirleitt sagt sig úr þeim samtökum og sótt sjálfstæða aðild að samtökum atvinnulífsins. Það er ekki komið niðurstaðið það mál ennþá, en þangað stefnt. Og síðan eftir að samtök fyrirtæki í landbúnaði urðu til, þá færðist þungi í þessar viðræður milli bændasamtakanna og þeirra. Þeir sem vilja afla sér frekari upplýsinga SAFL, þeir geta farið inn á vefinn. Þar til dæmis listi yfir alla félagsmenn, þá tugi fyrirtækja sem eru aðilar að samtökunum og það er mjög heildstætt. Það eru í raun allir með, held ég megi segja. Nú varðandi Danmörku, þá eru þar starfandi mjög öflug samtök sem heita Landbrú og Föðuvarer. Sem sagt landbúnaður og matvæli, landbúnaður og fæðuvörur, nema við tölum ekki á íslensku fæðuvörur heldur matvæli. Þau störfuðu nákvæmlega svona í 2 stoða kerfi frá því að þau voru stofnuð 2009 og til og með ársloka á síðasta ári. Það voru sem sagt 2 stoðir undir sameiginlega vettvangnum sem samanstóða bændum og þeirra grein og fyrirtækjum. En síðustu áramót tóku Danirnir það skref að slá þessu algerlega saman í eina heild. Þannig að nú eru bara ein samtök. Eftir góða reynslu af því að hafa unnið saman í landbúnaði og matvælum þessi 13-14 ár. Nú þetta batteri hjá Dönunum, sem auðvitað miklu stærra og landbúnaðurinn þar stórveldi með miklum útflutningi og stendur fyrir fjórðungi af útflutningstekjum Dana. Þannig að það er að því leyti kannski ólíku saman að jafna. En viðfangsefnin þau sömu og þeir eru geysilega öflugir í almannatengslum og kynningarmálum, hvort sem það snýr að almenningi, fjölmiðlum og öðru slíku. Já, ég þarf að hlaupa hérna áfram, segja menn. Þarna er þetta. Og við skoðum þetta dálítið, við Sigurgeir og fleiri, kíktum á fyrirkomulagið í Noregi, í Svíþjóð, þar sem svona viss vísir að þessu, en staðnæmdust við Danmörku fyrst og fremst, af því að þar er þetta langöflugast og langþróaðast. Og niðurstaðan varð sú að við fórum í kynnisferð og heimsókn til Landbrú og Föðuvarer í byrjun nóvember, fengum þar heilsdags prógram með kynningu á starfseminni og það var mjög gagnlegt. Það er mikil áhersla lögð þar á það að í gegnum þessi samtök tali danskur landbúnaður einni röddu, sé samstilltur út á við og láti menn ekki komast upp með að reka fleiga þar á milli.
gæti sinna hagsmuna þannig. Við vorum reyndar í Kaupmannahöfn 2. nóvember sem var kjördagurinn í Danmörku og eitt af því sem við fengum kynnt var hvernig Landbrú og Föðuvarir keyrðu prógram í gegnum alla kosningabaráttuna til að passa upp á það að landbúnaðurinn væri með, að hans rödd heyrðist, að það væri rætt hagsmuni landbúnaðurins í kosningabaráttunni. Það var eitt af mörgu sem að vakti hrifningu hjá manni, hversu geysilega skipulagt og öflugt það starf hjá þeim allt saman. Nú jæja, hvert þá markmiði með þessu til að fara aðeins yfir það, menn verða að vita hvers vegna mann ætla að gera eitthvað á þessu tagi. Jú, við sjáum náttúrulega fyrir okkur að þannig geti landbúnaðurinn og landbúnaðargreinin í heild sinni verið með öfluga sameiginlega ímyndarsköpun eða svona almenna eða ytri markaðssetningu, það stundum notað enska orðið branding fyrir þetta, sem í raun og veru stendur fyrir það að ef þú ert að framleiða einhverja vöru eða bjóða einhverja þjónustu að þá vinnur þú í því að skapa henni gott orð, trúverðuleika í kringum hana, bæði framleiðsluna að það sem ert að bjóða til sölu og líka þig sem afhendan. Þannig að þetta snýst mikið það að byggja upp sterka og jákvæða ímynd og viðhalda henni og þetta gerist auðvitað ekki að sjálfu sér. Nú það mikið verkefni að standa vörð núverandi störf og skapa ný að vekja athygli á og auka auðvitað, innlendan virðisauka. Við erum með fæðuöryggi og sjálfbærni þarna undir. Eitt af markmiðunum getur verið stefnumótunarvinna og þróunarstarf, stuðla almennt að framförum í greininni og hafa bara einfaldlega hagkvæmni og jákvæð samlegar áhrif að leiðarljósi í öllu starfinu, að vera sterkari saman. Hvernig samtök erum við að tala um? Jú, næsta þá. Við erum að tala um formleg félagasamtök, almenn samtök eins og það heitir hjá stjórnvöldum, eins og flestar hliðstæður eru. Það eru samtök fyrirtæki í sjávarútvegi, samtök ferðaþjónustunnar. Þau eru það sem skatturinn kallar almenn félagasamtök. Þau geta verið lögaðilar og fengið skráningu en ekki sjálfu sér skráningarskyld. Og við erum að tala um 2 stoða fyrirkomulag eins og Danirnir keyrðu á frá 2009 til 2022. Við sjáum það gjarnan fyrir okkur að formenn og varaformenn Bændasamtaka Íslands og samtaka fyrirtæki í landbúnaði eftir atvikum einn stjórnarmaður í viðbót verði sjálfkrafa stjórn hinna nýju heildarsamtaka. Það fylgir bara embættunum að þeir verða jafnframt í forystu fyrir heildarvettvangnum. Það tryggir margt í senn, náttúrulega samráð og skilvirkni og er einfalt í sniðum. Stjórn þessa nýja vettvangs myndi svo samkvæmt venju bara ráða einhvern til forstöðu og sjá þá hluti sem að slíkir aðilar gera. Og það hefur verið rætt að þetta geti farið af stað í yfirveguðum skrefum, ef til vill bara 1, 2 eða fáeinir starfsmenn í byrjun og síðan fengi þetta að þroskast eftir því sem að menn sæju hagkvæmt. Það verður aðeins verið rætt staðsetningu, hvar vilja menn koma þessu nýja barni fyrir. Það auðvitað bara fyrst og fremst praktískt fyrirkomulagsatriði, en það rétt að segja frá því að menn hafa rætt í tengslum við þetta möguleikann á því að til verði einhvers konar hús landbúnaðarins á Íslandi, þar sem allir þessir aðilar séu saman. Bændasamtökin, samtök fyrirtækja í landbúnaði og nýji vettvangurinn, landbúnaðar og matvæli eða landbúnaðarsamtök Íslands. Þá komið að verkefnunum, ef við segjum að þau spretti sjálfkrafa af þeim markmiðum sem ég var að fara yfir áðan. Við skulum þá byrja á því að tala um það sem augljóslega yrði ekki þarna og það sem að hvor aðili sig mundi að sjálfsögðu áfram sinna. Og ef við tökum bændasamtökin þá augljóst að samningsumboði fyrir hönd bænda gagnvart ríkinu, það bundið í lögum, yrði þar að félagskerfi bænda að sjálfsögðu og stéttamál yrðu þar áfram að fagleg mál, kynbótastarf, leiðbeiningaþjónusta, rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins yrði þar og ýmis önnur samstarfsverkefni bænda sem eru snúa beint að framleiðslu hliðinni.
einingar sem eru starfandi í dag eða kunna verða til á komandi árum, hvort sem það nautastöð eða hvað það er. Hinum megin hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði yrði að sjálfsögðu samningsumboðið. Þeir færu með kjaramál fyrir hönd sinna starfsmanna og annaðhvort sinntu þeir því sjálfir eða gerðu það í samfloti með öðrum, og mál sem væru svona hrein fyrirtækjamál, félagaréttur, skattar, samkeppnislöggjöf og önnur slík mál. Þannig þetta yrði, við þessu yrði ekki tróflað og þetta yrði áfram hjá hvorum aðila sig. Þangað til þá ef menn einhvern tímann í framtíðinni slengdu þessu bara saman eins og Danirnir. En hvað geti þá orðið á vettvangi nýju heildarsamtakana? Jú, það yrði þá væntanlega þetta almenna fyrirsvar fyrir greinina í heild, ein rödd landbúnaðarins, ef við köllum það svo, og samskipti því tengd við stjórnvöld, við aðra hagsmunaaðila, fagaðila, fjölmiðla, almenning. Það þetta með ímyndina, almannatengslin, orðsporið. Þar gætum við séð fyrir okkur að sameiginleg ytri markaðssetning yrði á vegum þessa aðila, og það gæti líka tengst hlutum eins og upprunamerkingum og staðfestingu, hvað væri íslensk framleiðsla, íslensk lamb eða hvaða nú eða íslensk staðfest sem að menn eru að ræða þessi misserin. Þessi grein var að sjálfsögðu rétti aðilinn til að miðla upplýsingum þjóðhagslegt mikilvægi geirans í heild sinni. Það að segja fjölda starfa og innlendan virðisauka sem væri tengdur eða spritti af landbúnaðinn. Starfsumhverfi og samkeppnisskilyrði greinarinnar og eftir atvikum samanburður þar við önnur lönd, það tæki til opinbers stuðnings, það tæki til tollverndar, það tæki til regluverksins og kostnaðar og slíkra hluta. Nú svo eru stór mál sem eru mjög á dagskrá í dag eins og fæðuöryggi, mál málanna, loftslagsmálin, kolefnisbinding, orkuskipti, ráðherra var að fara hér yfir áðan, kolefnissporin, lendarframleiðslu versus innfluttrar og svo framvegis, sem væri mjög gaman að gera rækilegan samanburð á, til dæmis blómunum frá Gunnari sem eða grænmetin úr gróðurhúsum á Íslandi, sem sennilega eitt af bestu dæmum í heiminum það hversu heimaframleiðslan getur verið geysilega umhverfisvæn borið saman við það að hún sé flutt hálfan hnöttinn með flugi. Og áfram, hvernig þessi samtök svo kynnt, uppbyggð segi ég. Við sjáum gjarnan fyrir okkur að það yrði á þessa leið, það yrði að sjálfsögðu einhver kjarnastarfsemi, samanber fyrri glærur, sem að samtökin hefðu með höndum. En svo getur það verið ýmislegt fleira sem að aðilar eftir atvikum kæmu sér saman að fela þeim. Og hjá Dönunum þetta þannig að það ákveðin kjarnastarfsemi og ákveðin kjarnafjármögnun á landbrú og föðuvarir, en veltan á því batteri í heild að minnstakosti þreföld á við kjarnastarfsemina sem bundin. Og það eru verkefni sem samtökin taka að sér samkvæmt samningum við hinn og þessa. Þannig að einstök búgreinasamtök í Danmörku kaupa heilmikla þjónustu í viðbót af landbrú og föðuvarir af því að það hagkvæmt. Þar hafa þeir aðgang að mannauði og þekkingu og sérfræðingum og þeir fela þeim þá fyrir sína hönd ýmis verkefni. Þetta getur að sjálfsögðu gengið í báðar áttir en gæti átt við hér. Það sem við höfum svo sérstaklega rætt í viðbót við svona einhverja kjarnastarfsemi og skipulagstengt, það hvort að kostir þess að á vegum þessara nýju samtaka yrði starfrækt sameiginlegt upplýsinga- og kynningarstarf eða kynningarsvið í þágu landbúnaðarins í heild. Að menn færðu það bara sem slíkt þangað. Og Bændablaðið hefur komið það til umtals sem allir eru mjög ánægðir með eins og kunnugt og rifið út og óðara búið, maður þarf að fara bara í bónus helst bara leið og það kemur að það á ekki að klárast. Að það sem þó áfram sjálfstæð eining eða félag og áfram með sjálfstætt ritstjórnarlega gæti hugsanlega verið tengt við eða hluti af þessu upplýsingasviði. Þá væri hægt að sjá fyrir sér að þetta yrði mjög öflugt. Og sama gildir markaðssvið sem eftir atvikum gæti sinnt öllu þessu almenna sameiginlega markaðsstarfi eða ytri markaðssetningu í þágu innlendrar framleiðslu, úrvinnslu og dreifingar og margt gæti verið þar undir. Þá erum við að tala sem sagt almenna eða ytri markaðssetningu, að sjálfsögðu ekki kynningu á einstöku vörumerki eða öðru slíku, heldur hið almenna sem gagnast öllum.
Þetta er sem sagt svona hryggjarstykkið í því, hingað erum við komin. Þessi glærukynning tekur mið af ágætis umræðum sem urðu á sameiginlegum fundi stjórna bændasamtakanna og samtaka fyrirtæki í landbúnaði. Þannig að það sem hér er framsett að okkar mati, okkar Sigurgeirs, allt saman raunhæft miðað við það sem við höfum skynjað meðal viðræðu aðilanna. Að þetta ætti að geta verið skref sem að menn væru tilbúni til að stíga, en það er að sjálfsögðu í ykkar höndum. Og svo er ágætt að hafa í huga í lokin að allar ferðir byrja á einu litlu skrefi og þess vegna þarf ekki endilega að vera of upptekin af því nákvæmlega hvað mikið yrði á vettvangi þessara nýju samtaka í byrjun. Það eru hlutir sem að sjálfsögðu síðan þróast eftir því sem menn vilja og telja hagkvæmt. Og mín spá er svo að ég myndi binda vonir við það að þegar þessi vettvangur væri komin á og ef það tækist allt saman vel, að þá yrði fljótlega stemming fyrir því að gera þar meira en minna. Ég ætla að enda aðeins á þessu aftur með samstöðuna og eina rödd, af því að það var svo sláandi hversu mikla áherslu Danirnir lögðu á það. Aðeins bökkum í markmiðin og þarna er undir fyrirsögninni samstaða talað samstöðu út á við og samstöðu inn á við. Og það er mikilvægt að velta fyrir sér hvað er þar á bakvið. Jú, við erum að tala samstöðu út á við, þeim skilningi að menn reyna að koma fram sem ein heild sem allra mest og láta ekki menn komast upp með að etja mönnum saman hvert gegn öðrum eða reka fleyga þar á milli. Við höfum ákaflega nýleg dæmi sem ég ætla ekki að tilgreina nákvæmlega slíkar tilraunir. Að etja einstökum búgreinum hverju upp á móti annari eða bændum upp á móti afurðastöðvunum og svo framvegis. Það snýr að því að sýna samstöðu út á við. Það kostar vinnu, það kostar fundahöld, það kostar samtöl. Það drógu Danirnir enga dul á en það skila líka geysilega miklu. Þetta snýr líka samstöðu inn á við, að sjálfsögðu. Þetta yrði líka að fela það í sér að menn færu að temja sér það að reyna að vera vinir og líta á sig sem samherja, að þeir væru saman í liði. Öll dýrin í skóginum, bara vera vinir og samherjar. Og það er þrátt fyrir allt þegar upp er staðið svo miklu meira í þessu held ég sem eru sameiginlegir hagsmunir og til langrar framtíðarlitið þá skipta þessi hlutir miklu máli óháð einstökum málum sem dúkka upp og gera það kannski erfitt að vera vinir í augnablikinu. Takk. Eigum við að vera hérna uppi til að fá spurningar? Ég ætla að stýra því Steingrímur. Það er fínt forseti. Takk fyrir þessi áhugaverði erindi, Hulda og Steingrímur. Áhugavert að heyra hér áherslur í tryggingamálum og gott og þarflegt fyrir okkar að fara yfir þetta. Við þekkjum það bændur að við eigum allt undir veðurfarinu, sólinu og regninu og það eru auðvitað hlutverk okkar líka núna í breyttum tímum, loftslagsmál og breyttu veðurfari. Það er að auka viðnámsþrótt okkar við þeim aðstæðum og þetta er klárlega hluti af því. Síðan er þessi taktur sem að þú fjallar hér Steingrímur varðandi heildarsamtök í landbúnaði, hann er okkur mikilvægur og við sjáum bara fyrir okkur hvers við værum megnu ef við erum í staðin fyrir að vera 3.000 til 4.000 í dag sem erum í frumframleiðslunni, þá eru kannski 10.000 til 12.000 störf á bakvið þá hagsmunagæslu sem svona samtök væri að vinna. Í því felst styrkur felst í samstöðinni, eins og Steingrímur sagði, og það verður áhugavert að sjá hvernig við þróum þetta verkefni áfram. En orðið er laust, einhver sem vil fá að taka til máls, það verður farið hér með míkrofóna eða hljóðnema heitir það vist á góður íslensku, salinn og þið eru beðin að tala og sæti ykkar. Það er hérna Hilmar, gerðu svo vel. Þú kynnir þig, Hilmar? Já, Hilmar, lögfræðingur bændasamtakanna. Ein spurning í sambandi við, núna hefur mikið verið rætt sameiningar afurðastöðva, mikið verið kallað til því, en afurðastöðvarnar hafa ekki viljað sýna á spilin. Myndi slíkt eitthvað breytast í svona samstarfi?
þá meina ég semst að hafa ekki vilja að sýna semst að hvað felst í þessari sameiningu, hvernig það framkvæmt og slíkt, sem eitthvað sem við höfum kallað mikið eftir. Við söfnum að spurningum, það var Hafliði hérna og síðan verðum við að fara að veifa og gefa með merki. Takk fyrir. Ég ætla nú að hvetja bændur til þess að tjá sig. Þetta ykkar þing. Ég starfsmaður bændasamtakana og Icelandic Lamb, vinn í markaðsmálum og ég hef með spurningu til Steingríms og þetta hljómar allt vel og en ég verð að viðurkenna, og nú ég að tala fyrir sjálfa mig, að sporin og viðhorf stjórnenda til dæmis afurðastöðva í kjöti, þau ræða. Og þegar við tölum til dæmis auðkenningu og markaðssetningu, að þá það þannig að mörg þessi fyrirtæki hafa í mörg ár og gera enn hafnað samstarfi við samtök bænda einmitt þessi mál. Og ég spyr þá kannski og þetta eru verkefni sem að eiga sem sannreynd fordæmi, alveg eins og þetta fordæmi frá Danmörku, þá eiga þessi verkefni öll sem sannreynd fordæmi erlendis frá og bændur hafa hingað til fjármagnaðu. Vandinn líka, það ekki bara bændur sem að gagnrýna afurðastöðvarnar, þær gefa færa á sér með því til dæmis að uppruna ekki allar þær vörur sem þeir kjósa að flytja inn til dæmis eða kaupa frá heildsölum hérna heima og selja jafnvel undir rótgrónum vörumerkjum. Þannig að þetta vandamál. Þannig að spurningin fylgir, og þetta varðar auðkenningu og markaðssetningu, fylgir hugur í raun máli, og ef svo hvers vegna sjáu það ekki bara núna strax? Við tökum eina spurningu, en Hákon, fleiri hafa ekki gefið með merki, endilega gerið það, svo far þú að svara Steingrímur. Já, takk fyrir það. Mér langaði bara að forvitnast að þegar þú talaði Steingrímur að þeir væru í Danmörku, þeir eru konir með þetta allt undir sama hatti núna, ekki þessar 2 stoðir sem þeir voru með. Hver ástæðan fyrir því að þeir ákváðu að færa sig yfir í það kerfi? Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá ætla ég að gefa þér orðið Steingrímur og látið mig vita ef þið viljið taka til máls meðan Steingrímur fer yfir svörin. Gjör svo vel. Já, 2 fyrir spurningarna voru nú kannski svolítið tengdar, snúað afurðastöðvunum og nú ég ekki hér sem til að svara fyrir þær, heldur hlutlaus viðræðustjóri í þessum leiðangri. Hvort að þær myndu þá sýna meira á spilin eða möguleg hagræðingi gegnum sameiningu ef af því yrði, nú óvissa með það frumvarp. Já, ég bara segi sem svo, auðvitað verða áfram til staðar einhverjir viðskiptahagsmunir og þættir sem að menn kannski slepp ekki frá sér eins og gjarnan en ég held að samtölin yrðu hins vegar alltaf til góðs og Hafliði, þín lýsing hljómaði ekki eins og þetta væri mjög góðu lagi, það? Nei, þá ekki einmitt ágætt að taka útgangspunkt í því? Og ef að þarna eru misbrestir á, þá segi ég, þá það eitthvað til þess að laga. Og ég algjörlega sannfærður að svona sameiginlegur vettvangur verður hjálplegur í því. Samtölin sem þar geta átt sér stað og eftir atvikum sameiginleg verkefni, traust sem skapast milli aðila og svo framvegis, hlýtur að vera til bóta í þessu. Í staðinn fyrir að menn sé í skotgröfum og líti á hver annan sem andstæðing eða óvini. Og ef við tökum bara þessa keðju, ég ætla að láta það eftir mér að segja það, frá framleiðandanum, frá bóndan sem að selur sína vöru inn í eitthvað fyrirtæki sem að tekur við henni, vinnur með hana og hún fer svo áfram upp á borð neytandans. Þetta auðvitað allt einn keðja og hvorugt þrífst án hins. Það verða engar afurðastöðvar á Íslandi og engin úrvinnsluiðnaður ef engir verða bændurnir og öfugt. Það verða auðvitað engir bændur á Íslandi ef engin til að taka við framleiðslu þeirra eða mjög fáir.
Þannig að menn þurfa bara held ég að nálgast þetta svona. Ég ætla ekki að svara fyrir það einhverja árekstra og uppákomur og eitthvað sem menn hafa gert, en ég nálgast að frekar þannig að segja, nú gott og vel, það þá eitthvað sem við þurfum að vinna í og laga. Og það liggur við að maður segi, það þarf að verða ákveðin kúltúrbreyting í þessu. Menn verða að fara að líta í meira máli á sig sem samherja. Hákon, af hverju stigu Danirnir skrefið til fulls, sem þeir reynda trúður okkur fyrir í trúnaði þarna í nóvember, því það var ekki orðið opinbert. Já, þeir sögðu ósköp einfaldlega, hér hefur engin litið tilbaka frá 2009. Það hefur ekki hvarflað að okkur að líta tilbaka og fara í þá átt. Nei, reynslan af þessu að vinna svona saman, að koma fram svona samstillt, svo góð. Og traustið sem hefur skapast milli aðila nægir núna til þess að við slengjum þessu saman í einn samtök. Það segir heilmikla sögu hvernig þetta að minnsta kosti getur gengið ef allt tekst vel til. Takk fyrir þetta. Þá það Sigurjón, þú kynnir þig kannski líka þegar þú tekur til máls og svo Þuríður. Já, komið sælblessuð og takk fyrir að bjóða okkur hingað á þetta búgreinaþing. Mér langaði aðeins að svara allavega tveimur fyrir spurningunum. Ég held nefnilega að það hafi verið að spyrjandi hafi meint af hverju sýnum við ekki á spilin að í því að það falist hvað gerist ef að svona heimild verður. Ég held að það hafi verið spurningin, leiðrétti mig þá, hvað gerist. Það náttúrulega ekki hægt að svara því fyrirfram. Það svipað bara eins og gerðist í mjólkinni ef við rifjum það upp. Það vissi enginn fyrirfram hvað gerðist þar. Eftir að heimild kom til samvinnu í mjólkinni þá liðu líklega 3 ár þangað til að menn fóru í sameiningu í þeim geira. Það ekkert ólíklegt að eitthvað svipað myndi gerast í þessu. Ef að því ekki settu þrengri bara tímarammi. Þannig að það ekkert hægt að sýna á spilin hvað gerist ef það sem hefur verið að biðja mér að fá þessa heimild til að standa jafnfætis okkar ríkjum, eða þeim ríkjum sem við viljum bera okkur saman við. Og bara til að taka eitt gott dæmi, þá vita nú allir hér inni hvað svínaræktin stór í Danmörku. En það eru örugglega mjög fáir hérna inni í þessum sal sem vita hvað margir sem slátra svínum í Danmörku. Og ef myndu biðja ykkur að giska kemur örugglega ýmsar útkomur úr því. En það einn aðili sem slátrar svínum í Danmörku. Einn aðili. Þannig að aðstöðumunurinn mjög, mjög mikill. Öðru leyti að sýna á spilin, þá erum við ekki feimin við að sýna á spilin. Tók nú sjálfur þátt í ráðherranefnd hjá fyrri ráðherra í matvælaráðuneytinu, þar sem að fari vel í gegnum þessi mál og menn sýndu allt á spilin til þess að geta náð fram að setja frumvarp sem að myndi verið í lagi fyrir okkur. Allt snýr þetta að því að reyna að fá að búa við sömu aðstöðu og landbúnaðurinn í Evrópu gerir. Við erum langt á eftir. Og svo ég misnoti kannski aðeins aðstöðu minni ef ég má, takk að þá snýr umræðan held ég ekki á almenningi alveg á haus. Hér halda menn að við séum að hindra það að frjálsar landbúnaðar vörur komin í landið til að við getum verið með okkar niðurgreiddu vörur hér innanlands. Þetta snýr á haus. Landbúnaður minnst niðurgreiddur á Íslandi af öllum Evrópuríkjum. Þegar allt talið saman. Beinn stuðningur, reiknaður stuðningur, tollverndin, tollaeftirlit, erlendi viðskiptasamningar og annað. Þetta grafalvarleg staða. Og stuðningur við landbúnað hér orðinn hættulega lítill. Varðandi þetta að segja viðhorf afurðastöðva hræði, ég kannast nú ekki bara það sem ég vinn, þar höfum við tekið þátt í að styrkja hin ýmsu verkefni. Sérstaklega þar sem snýr að lambakjötinu sem hefur nú verið svo grein sem hefur verið erfiðust fyrir bændur og afurðastöðvar.
og við höfum aldrei hafnað samstarfi í þeim verkefnum sem við höfum beðnir að taka þátt á þeim vettvangi. Þannig ég hræðist það ekki. Það alveg gríðarlega nauðsynlegt að við fáum náum að hagræða í þessari grein. Og síðan held ég sé mjög mikilvægt að við náum að vinna saman á jafnréttisgrundvelli, bæði þegar kemur að stjórnun og fjármunum að hagsmunabaráttunni, því að við þurfum að hindra það að þeir aðilar sem að hafa í raun og veru hægt og rólega brotið niður hagsmunagæslu íslenskra bænda undanfarin áratug eða 2 áratugi, sem eru helstir samkeppniseftirlitið sjálft með röngum málflutningi og svo aftur félag atvinnurekenda, sem að takið eftir eini milliliðurinn í íslenskri dagvöruverslun á landinu. Það engin milliliður til í íslensku landbúnaði í dag. Hann hefur ekki lengi verið til. Þetta einfaldasta, gagnsæjasta stuðningskerfi við landbúnað í allri Evrópu. Samningur milli ríkis og bænda. Sjóðakerfi í landbúnaði var lagt af fyrir áratugum á Íslandi. Við erum eina landið sem eigum ekki lobbyista í Brussel. Mig minnir að þeir hafa sagt okkur í Danmörku að þeir væri með 12 sem sætu þar. Þannig að verkefnið okkar gríðarlega brýnt. Þetta eru bara sömu hagsmunir allra þessara aðila. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Það einn hér á mælendaskrá, Þuríður. Hún kom með mikrofón. Þið verður að gefa mig merki núna, annars ég að loka mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Punkt að kynna þig. Sæl, Þuríður heiti ég sauðfjárbóndi í Reyðarfirði. Það var bara stutt tvenn. Það mjög gaman að sjá hvað þetta verkefni komið þetta langt. En mér langar að velta fyrir mig hvaða hljómgrunni þið hafi verið að fá hjá fyrirtækjum, hvort það séu almennt allir jákvæðir fyrir samtökunum og einnig hvaða tímaramma þið setið ykkur, hvenær samtökinu verða komin á fulla ferð. Takk. Já, takk fyrir þessa góða spurningu. Hún horfir fram á veginn. Þetta gengur væntanlega til búnaðarþings sem að afgreiðir þá í 4. sinni í röð einhverja samþykkt þetta. Við vonumst auðvitað eftir því að það verði jákvæð niðurstaða, að búnaðarþing bara lýsi blessun sinni yfir það í samræmi við fyrri afstöðu sína undan gengin 3 ár að taka þátt í að mynda svona heildarvettvang. Við heyrum ekki annað en meðal fyrirtækjana sé mikil stemming fyrir þessu líka og við höfum ekki eiginlega orðið varið þar við nein vandamál í þeim skilningi að menn eru mjög sveigjanlegir og opnir fyrir því að hafa þetta bara eins og best samstaða getur orðið Það að segja að skrefið sem menn þá taka verði tekið í fullri samstöðu þessara aðila og menn sættast þá frekar á það að það sé minna heldur en meira til þess að lenda ekki einhverjum deilum og vandræðum strax í byrjun. Til dæmis að umfangið sé þá hóflegt og svo framvegis. Nú ef að búnaðarþing lýsi blessun sinni yfir þetta og samtök fyrirtækja í landbúnaði munu funda í mars, það ekki Sigurjón? Þar sem að væntanlega málið verður á nákvæmlega sama stað, þá ætti í sjálfu sér prinsipp ákvarðanirnar hvort menn ætla að stofna þennan vettvang að geta legið fyrir þarna í byrjun apríl og það fljótlegt að semja samþykktir og gera það sem til þarf til að undirbúa formlegan stofnfund. Það myndi duga mánuður í það af því að efnisinnihaldið í það liggur nokkurn veginn fyrir hér nú þegar. Þannig að það. Þannig að fyrir vorið gæti þetta að sjálfsögðu orðið að veruleika ef allir leggjast á árar með því. Takk. Takk fyrir þetta, Steingrímur. Ég var búinn að loka mælendaskrá en með eigin hagsmuna í huga þá ætla ég að hleypa Gunnar Þorgeirssyni að. Steingrímur, takk fyrir þessa yfirferð og takk fyrir þessa vinnu og samstarfi í þessum undirbúningi. Við sem stjórn Bændasamtaka erum náttúrulega að fara eftir samþykkt búnaðarþings frá 2020 og þetta var ekki alveg verið viss hvert maður var að fara. Í upphafi þegar ég tók við 2020 þá var mér gert að tala við fyrirtæki í landbúnaði og ég fekk 28 númer sem ég átt að hringi og svo byrjaði ég að hringja og hann sagði já, ég alveg til í að vera með ef hún með. Svo hringdi ég hana og hún sagði já, ég alveg til í að vera hún með.
Og svona gekk þetta hring eftir hring og ég fagna því nú að Samtök fyrirtækja í landbúnaði séu orðið að veruleika. Nú þarf ég bara að hringja eitt símtal til þess að ná samtali við tiltekna stjórn sem að kosin af fyrirtækjum í landbúnaði. Þannig að þetta hefur gert okkur lífið talsvert einfaldara en enn og aftur þá þetta ykkar sem bændur og hagaðilar að meta það hvort þetta gáfuleg vegferð sem við erum að fara á. Ég bið ykkur að hugsa þetta og þetta verður lagt fram sem tillaga á búnaðarþingi og þá með greinagerð það hver vegferðin og hvaða tímarammi það verður séð fyrir sér. Þannig að ég hvet ykkur bara til þess að taka svona samtalið, það ágætt yfir kaffibóllanum og kannski ykkur öðru þegar líðið tekur á daginn. En enn og aftur þá erum við ekki búin að skilyrða nokkuð skapaðan hlut, við erum ekki trúlofaðir, Sigurjón. En að öðru leyti held ég, já, við erum í tilhugalífinu. En enn og aftur þá þetta svolítið í ykkar höndum svolítið að veita okkur veganesti það hvort að þetta gáfuleg vegferð eður ei. En auðvitað þarf þetta byggjast á trausti og trúnaði aðeila á milli. Bæði framleiðanda og afurðageirans, það nokkuð ljóst. En takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta Gunnar. Það biði að hringandi verið settur upp. Við sjáum til hvernig sambandið þróast. Ég vil bara þakka fyrir mig, þakka frummælendum og ykkur fyrir góður umræður og gef hér fundarstjóra orðið aftur. Jæja, þá ætlum við að bara fara að ljúka þessari þingsetningu og ég vil það bara þakka gestum hjartanlega fyrir komuna og erindin og núna hefst það sameiginlegur fundur búgreinaþings fulltrúa og þið kannski notið tækifærinu kannski til þess að ná okkur í kaffi, 5 mínútur og svo getið þið komið aftur inn í salinn og það verður farið yfir starfsskýrslu stjórnar og reikninga, fjárhagsáætlun. Tekur örstuttan tíma og svo hefjast svo fundir í deildum í kjölfari á því.